Mynd þessar viku eiginlega myndband þar sem að mér finnst ekki alveg að nást á myndir og það sem að ég þarf að langar að sýna ykkur. Helst langar mér að sýna þetta kerfi sem að ég sáuð í byrjuninni. Og það sem þetta eru allir þessi svörtu dallar eru samtengdir á einu vökuletni. Og það merkilega þægilega við þetta er að ég er eiginlega nánast ekkert búinn að gera fyrir þetta síðan fyrir páska sem ég setti kerfið í gang. Það er því mjög lítið við það. Eina sem ég er búinn að gera er að binda upp tómataplönturnar Búinn að taka tvisvar korter í það eða eitthvað. Það er ekki mikið verk. En sem sagt, já, kerfið virkar þannig að það er vatn í öllum döllunum sem dælir svo upp á og vökvar pottana. Lyftu svo upp bara ég veit ekki hvort það sjáist undir. Nei, lyftu upp undir lokinu til að sýna ofan. Og sem sagt, já. Þetta er rosalega þægilegt kerfi. Annað skemmtilegt er munurinn á tómataplöntunum. Ef að þú sér hérna er tómataplanta sem heitir Tiny Tim. Og hún er stærðin á tómatunum sem er að koma á hana. Og stærðin á henni. Þetta er allt jafngamlar tómataplöntur. Svo er þessi planta Early Wonder. Hún á að vera gefa af sér rosalega snemma eins og nafnið gefur til kynna. Það verður gaman að sjá hversu mikil uppsker að verða henni. Þessi heitir Golden Jubilee og er gulir tómatar á henni. Mér finnst nú ekki vera mikið af tómatum á henni, þannig að ég svona smá vonbrigði með það. Þessi heitir Indigo Rose og tómatarnir á henni verða fjólubláir. Ef þú sérð tómatinn hann er byrjaður að litast hér. Þessi. Það litast sérstaklega það sem að sólin skína á það. Hún er svolítið svona grottaraleg og stór planta. Svo er það þessi síðasta Olivite heitir hún. Þetta eru svona konfekt eða kirsuberry tómatar. Og þessir verða rauðir. Þetta er eina plantan sem ég er með, tómataplantan sem er F1 að þessu sinni. Og það sést alveg greinilega munur á hvað hún er að gefa vel af sér og hversu hratt hún vex. Já. Ég held að meira sé það ekki í bili. Takk fyrir.